Það alls ekki nýtt af nálinni að fólk láti gabbast af gervigreind. En þetta myndband hér var til þess að ónefndur leiðtogi eins Afríkuríkis hafði beint samband við forseta Frakklands og lýsti áhyggjum sínum af ástandinu í Frakklandi. Óstaðfestar heimildir herma nú að valdarán standi yfir undir forystu ónefnds hershöfðingja og mögulega sé búið að steypa Emmanuel Macron af stóli, segir fréttakona á vettvangi í París. Efst á skjánum stendur á frönsku valdarán í Frakklandi. Bak við fréttakonuna má sjá vopnaðan hermann út á götu, þyrlu sveima yfir signu í átt að Eiffelturninum og vegfarendur fylgjast áhyggjufullir með. Þetta er auðvitað rangt, ekkert valdarán á sér staði í Frakklandi og Emmanuel Macron er enn forseti Frakklands. Vandinn er þegar við erum farin að nota samfélagsmiðla sem okkar helstu fréttaveitu, þá verður hættan að við séum að rekast á meira og meira myndböndum sem unnin eru með gervigreind, sem líta samt út eins og fréttir. Og jafnvel í einhverjum tilfellum með andlitum sem við þekkjum frá fjölmiðlum. En eins og kom áður fram féll leiðtogi eins Afríkuríkis fyrir gervigreindar-myndbandinu og sendi eftirfarandi skilaboð til Emmanuel Macron forseta Frakklands. Kæri forseti, hvað er í gangi í Frakklandi? Ég hef miklar áhyggjur. Þó að margir séu orðnir góðir í að bera kennsl á gervigreindarmyndbönd fer myndvinnsluforritum sem nota spunagreind mikið fram með hverri uppfærslu. En það eru nokkur merki að myndbandið sé falsað. Fréttakonan heldur á hljóðnema merktum Live 24 sem er ekki alvöru fréttamiðl, en merki líkist helst France 24 sem er alvöru fréttamiðl. Ekkert hljóð berst frá þyrlunni sem flýgur líka of lágt og hermaðurinn er ekki klæddur réttum búningi. Svona lítur búningur franskra hermanna út og þar að auki hafa engir traustir franskir miðlar greint frá valdaráni. Myndbandið fór á flug á Facebook. Macron, Frakklandsforseti, baði teymi sitt að tilkynna myndbandið til Meta og óska eftir því að það yrði tekið niður. Meta neitaði í fyrstu að fjarlægja myndbandið, forsetanum til mikillar undrunar og sögðu myndbandið ekki brjóta í bága við notendaskilmála samfélagsmiðilsins. Þetta fólk er að hafa okkur að háði. Þeim er sama heilbrigða lýðræðislega umræðu. Þau hafa fullveldi lýðræðisríkja að háði og setja okkur í hættu, sagði Macron og bætti við að lýðræðisríki væru illa í stakk búin til að taka slaginn við samfélagsmiðlarisana. Það er graf alvarlegt þegar að forseti getur ekki tekið með myndbönd eða eins og við sem stofnanir sem vinnum í því að greina upplýsingaóreiðu höfum ekki flýtimeðferð þegar við erum að taka niður efni sem sannanlega hefur áhrif á lýðræði eða er ólöglegt. Við hér í Íslandi erum til þess ekki búin að innleiða digital services act, þannig að við stöndum ennþá aftar heldur en til dæmis Frakkland og það er vert að við höfum það í huga fyrir komandi kosningar hér. Að hvað ætlum við að gera þegar við þurfum að taka eitthvað svona efni út? 3 dögum eftir að Frakkland óskaði eftir því að myndbandið yrði tekið niður var það loks fjarlægt.